Góðan dag. Þá hefst 48. fundur í bæjarstjórn Árborgar, haldinn í Grænumörk 5 á Selfossi, 20.11.2024 og eins og vaninn þá fundurinn hjá okkur í bæjarstjórn Árborgar klukkan 16:00 eða 4, en það var gerð örlítil breyting á því í dag og það var auðvitað vegna skóflustungu að nýrri Ölfusárbrú í samráði við alla bæjarfulltrúa og þannig að ég tek það með inn í athugasemdaferli ef einhverjar athugasemdir eru við fundarboð að öðru leyti, einhverjar slíkar hér. Ef svo er ekki þá líti ég á það sem samþykkt með áorðnum breytingum tímasetningu fundarins sömuleiðis. En mættir eru til fundarins í dag Kjartan Björnsson, forseti bæjarstjórnar, sá sem hér stendur, Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi í D-lista, Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi í D-lista, Sveinn Ægir Birgisson, bæjarfulltrúi í D-lista, Brynhildur Jónsdóttir, bæjarfulltrúi í D-lista, Helga Lind Pálsdóttir, bæjarfulltrúi í D-lista, Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista, Sigurjón Vídalín Guðmundsson, bæjarfulltrúi S-lista, Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi í B-lista, Ellý Tómasdóttir, bæjarfulltrúi í B-lista og Álfheiður Einarsdóttir, bæjarfulltrúi A-lista. Þá er okkur ekkert og starfsmaður fundarins er Rósa Sif Jónsdóttir. Þá er okkur ekki neitt að vanbúnaði að hefja dagskrá fundarins og það er fyrst mál númer 1 á fundunum, kosning í embætti og nefndir 2022-26 og hér er tillaga að fulltrúum í kjördeildum í alþingiskosningunum sem framfara 30. nóvember næstkomandi. Það er yfirkjörstjórn aðalmenn Ingimundur Sigurmundsson, Steinunn Fjóla Sigurðardóttir, Steinunn Erla Kolbeinsdóttir, varamenn Þórarinn Sólmundarsson, Anna Ingadóttir og Jón Páll Hilmarsson. Kjördeild 1, aðalmenn Íris Böðvarsdóttir, Hólmfríður Einarsdóttir, Herborg Anna Magnúsdóttir og varamenn Eva Davíðsdóttir Brán, Guðrún Lísa Vóks PR og Þorsteinn Tryggvi Másson. Kjördeild 2, aðalmenn Grétar Páll Gunnarsson, Dagbjört Sævarsdóttir, Valdemar Bragason, varamenn Drífa Björt Ólafsdóttir, Veronika Alenikov og Heiða Sólveig Haraldsdóttir. Kjördeild 3, aðalmenn Margrét Katrín Erlingsdóttir, Hafdís Kristjánsdóttir, Ingibjörg Elva L. Stefánsdóttir, varamenn Garðar Hrafn Skaftason, Helena Sif Sophaníasdóttir og Ingveldur Guðjónsdóttir. Kjördeild 4, aðalmenn Sesselja Sumarrós Sigurðardóttir, Inger Sjött, Brynja Hjálmtýsdóttir og varamenn Elísabet Davíðsdóttir, Sigríður Erlingsdóttir og Eiríkur Már Rúnarsson. Kjördeild 5, aðalmenn Guðmundur Sigmarsson, Magnús Gísli Sveinsson, Kristjana Hallgrímsdóttir og varamenn Njáll Árnason, Herdís Sif Ásmundsdóttir og Elín Karlsdóttir. Kjördeild 6, aðalmenn Ingibjörg Árselsdóttir, Ólafur Már Ólafsson Ragnhildur Jónsdóttir, varamenn Elín Dögg Haraldsdóttir, Edda Bára Höskuldsdóttir og Ingi Þór Jónsson. Kjördeild 7, aðalmenn Lýður Pálsson, Rannveig Brynja Sverrisdóttir og Vigdís Jónsdóttir, varamenn þeirra Víglundur Guðmundsson, Barði Páll Böðvarsson og Guðmundur Magnússon. Svona eru tillögurnar sem lagðar eru hér fram fyrir bæjarstjórnarfund með tillögu að fulltrúum í kjördeildum í alþingiskosningunum 30. nóvember næstkomandi. Ég opna fyrir mælendaskrá, einhverju vilja tjá sig þessa fulltrúa sem að þetta eru tilnefndir. Ef enginn kveður sér hljóðs þá göngum við til atkvæða, þeir sem eru þessum fulltrúum samþykk vinsalast gefi merki. Það er samþykkt sem hljóða. Þá förum við í mál númer 2 á fundinum, aðalfundur Bergrisans byggðasamlags 2024 og hér eru samþykktir Bergrisans í síðari umræðu og hér er lagt til við bæjarstjórn að samþykkja samþykktirnar. Ég ætla ekki að lesa þær allar upp, þær eru hér í fylgiskjölum og munu verða birtar að fundi loknum á netinu, en opna fyrir mælendaskrá, einhverju vilja tjá sig samþykktir Bergrisans. Ef enginn vill tjá sig þá göngum við til atkvæða hér í síðari umræðu þessar
þessar samþykktir. Þeir sem eru því samþykk vinsamlegast gefa merki. Það samþykkt samhljóða. Þriðja mál á dagskrá eru samþykktir brunavarna Árnessýslu 2024 og þetta síðar umræða sömuleiðis. Og hér lagt til við bæjarstjórn að samþykkja þessar samþykktir. Það eitt fylgiskjal hér þessar samþykktir sem voru lagðar fyrir haustfund 15. október síðastliðinn. Einhverjir sem vilja tjá sig þessar samþykktir fyrir brunavarnir Árnessýslu. Ef svo ekki þá göngum við til atkvæða. Þau sem eru þessum samþykktum samþykk vinsamlegast gefa merki. Það samþykkt samhljóða. Þá komið að fjórða máli á dagskrá fundarins, samþykktir tónlistarskóla Árnessinga 2024 og það sami háttur þar á. Við erum í síðari umræðu og ber að ræða þetta á 2 fundum og þetta síðari fundurinn og hér lagt til við bæjarstjórn að samþykkja þessar samþykktir tónlistarskóla Árnessinga 2024 og fylgiskjal með því sem að birt verður á fundi loknum. Einhverjir sem vilja tjá sig? Svo ekki, þá göngum við til atkvæða. Þeir sem eru þessum samþykktum samþykkir, vinsamlegast gefa merki. Það samþykkt samhljóða. Þá það 5. liðurinn á dagskrá þessa 40. og 8. fundar. Það eru gjaldskrár, fyrri umræða, gjaldskrár 2025. Hér tillaga breyting á gjaldskrá fyrir frístundaheimili, frístundaklúbba og sumarfrístund 2025. Í öðrum lið tillaga breyting á gjaldskrá fyrir leikskóla Árborgar 2025. Þriðji liður tillaga breyting á gjaldskrá fyrir fæði í grunnskólum Árborgar 2025. Fjórði liður tillaga breyting á gjaldskrá fyrir hunda og kattahald í Árborg 2025. 5. liður tillaga breyting á gjaldskrá fyrir bókasöfn Árborgar 2025. 7. liður tillaga breyting á gjaldskrá fyrir félagslega stuðningsþjónustu í sveitarfélaginu Árborg 2025. 7. liður tillaga breyting á gjaldskrá fyrir leigubílakstur aldraðra í sveitarfélaginu Árborg 2025. 8. liður tillaga breyting á gjaldskrá fyrir Grænumark 5 og Austurveg 51 árið 2025. 9. liður tillaga breyting á gjaldskrá húseigna 2025. 10. liður tillaga breyting á gjaldskrá fyrir sundstaði í sveitarfélaginu Árborg 2025. 11. liður tillaga breyting á gjaldskrá íþróttahúsa í sveitarfélaginu Árborg 2025. 12. liður tillaga breyting á gjaldskrá fyrir heimsendan mat í sveitarfélaginu Árborg 2025. 13. liður tillaga breyting á gjaldskrá fyrir fánaborgir 2025. 14. liður tillaga breyting á gjaldskrá fyrir skipulags- og byggingardeild 2025. 15. liður tillaga breyting á gjaldskrá fyrir fráveitu, þar að segja tæmingu rotþróa í Árborg 2025. 16. liður tillaga breyting á gjaldskrá fyrir sorphirðu í sveitarfélaginu Árborg fyrir árið 2025. 17. liður tillaga breyting á gjaldskrá fyrir gámasvæði Árborgar 2025. 18. liður tillaga breyting á gjaldskrá fyrir Selfossveitur 2025 og 19. liður tillaga breyting á gjaldskrá fyrir Vatnsveitu 2025. Og hér lagt til að gjaldskránum verði síðar vísað eða umræðum þær til síðar umræðu eða afgreiðsla á þeim altså. Og hér eru mjög mörg fylgiskjöl sem að tilgreina allar þær breytingar sem að fyrir þá liði þá 19 liði sem hér hafa verið nefndir. En ég opna fyrir mældagskrá einhverjum sem vilja tjá sig. Sigurjón Vídalín Guðmundsson, bæjarfulltrúi S-lista, hefur óskað eftir að fá að taka til máls. Herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar, aðrir tilheyrendur. Já, ég held ég komið á hverju einasta ári og segi þetta sama undir þessum lið. Það vantar samanburðinn við gjaldskránar eins og þær eru. Þannig að það sé hægt að gera sig grein fyrir hver hækkunin eða breytingin ef einhver og óska hér með eftir að það fylgi með fyrir síðari umræðu eftir hálfa mánuð. Takk. Takk fyrir þetta Sigurjón, þetta rétt með ábending. Við ræddum þetta á síðast ári, það hefur bara einhvern veginn farist fyrir. Við erum tilbúið fyrir síðar umræðu vænti ég. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Ef svo ekki,
að þá ber ég þetta undir atkvæði, eru bæjarfulltrúar samþykkt því að vísa þessu til síðari umræðu á næsta fund. Gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er komið að 6. lið á dagskránni, fjárhagsáætlun 2025 til 2028. Hér eru fylgiskjöl fjárhagsáætlunina í þessari fyrri umræðu, fjárfestingaáætlunina, þessari fyrri umræðu, og svo er greinagerð með fjárhagsáætluninni, svo fjárhagsáætlun lykiltölur og fjárhagsáætlun kynning. Þá opnum við mælendaskrá og Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi í D-lista, við beðum orðið. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur, við erum með okkur á skjánum. Já, við leggjum þetta fram til fyrri umræðu fjárhagsáætlun sveitarfélags Árborgar fyrir 25-28 ásamt gögnum. Til að fylgja henni eftir hérna með inngögnum úr greinagerðinni og svo tökum við alltaf góðar umræður hérna í framhaldinu og vísum þessu síðan áfram til vinnu í síðar umræðu sem áætluð er í byrjun desember. Bæjarstjórn Árborgar kjörtímabilið 22-26 leggur nú fram sína 3. fjárhagsáætlun á kjörtímabilinu. Leið er lögð fram 3 ára áætlun í samræmi við 62. grein sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 fyrir A-hluta og samantekið reikning fyrir A- og B-hluta fyrir árin 25-28. Fjárhagsáætlun er lögð fram til fyrri umræðu með jákvæðri rekstrarniðurstöðu samstæðunnar upp á 105 milljónir króna. Það er umfram áætlanir og markmið aðgerðaáætlunar brúti betri vegar sem var sett fram á grundvelli samkomulags fjárhagslegar aðgerðir og eftirlit á grundvelli 2. málsgreinar 83. greinar laga nr. 138/2011 milli sveitarfélagsins Árborgar og innviðaráðherra dagsett 27. mars 2023. Rekstur samstæðunnar verður traustari og sveitarfélag Árborg komið vel undir 150% skuldaviðmið ásamt því að árinu 2025 verður 3 ára rekstrarjöfnuður orðinn jákvæður og veltufé frá rekstri yfir 2 milljarða. Viðsnúningur sem er ekki sjálfsagður og hefur unnist með dugnaði, elju og samstarfi starfsmanna, kjörinna fulltrúa, íbúa og ráðgjafa. Útkomu spáarsins er að auki yfirvæntingum sem skýrist af auknum skatttekjum, aðhaldi í rekstri og sölu byggingaréttar. Ábyrgur rekstur, álagið tekið af. Gert er ráð fyrir að rekstrarniðurstaða samstæðunnar eins og áður hefur komið fram verði jákvæð sem nemur 105 milljónir króna og niðurstaða A-hluta verði neikvæð 488 milljónir króna. Þróun A-hluta er þó jákvæð og áætlað að ná 3 ára rekstrarjöfnuði árið 2028. Skuldir og skuldbindingar halda áfram að lækka og veltufé frá rekstri samstæðunnar verður 2,1 milljarðar árið 2025. Það er erfiðu aðgerðir sem við höfum þurft að ráðast í til hagræðingar í rekstri, hækkunar stöðugilda og álagja útsvar, en þær aðgerðir ásamt sölueigna hafa skilað hraðari viðsnúningi en áætlað var. Þessi jákvæða niðurstaða í rekstrinum sýnir áþreifanlega að stefna núverandi bæjarstjórnar er að skila tilætluðum árangri fyrir okkur íbúa. Það er því mjög ánægjulegt að geta sagt að álagi verði aðeins í 1 ár. Það verður ekki lagt álag og útsvar íbúa Árborgar árið 2025. Þetta þýðir ekki að verkefninu sé lokið. Því er í raun aldrei lokið. Við höfum alltaf að sýna ábyrgð og festu í rekstri sveitarfélagsins. Áfram verður leita leiða til hagræðingar í rekstri og bæta þjónustu við íbúa. Þannig er unnt að skapa enn frekara svigrúm til lækkunar álaga fyrir okkur öll. Góð flokkun úrgangs að skila sér. Fasteignagjöldin hjá okkur skiptast í fasteignaskatt, lóðarleigu vatnsgjald, fráveitugjald og gjald fyrir meðhöndlun úrgangs. Fasteignaskattur á íbúðarhúsnæði hækkar í 0,48% af fasteignamati og vatns- og fráveitugjald lækkar að hluta til á móti fasteignaskatti í 0,102% fyrir eignir í A-flokki, sem eru íbúðarhúsnæði til annari, en B- og C-flokkur helst óbreyttur. Lóðarleiga helst óbreytt og gjöld fyrir meðhöndlun úrgangs lækka hjá þeim sem eru með tvískiptatunnu og hækka lítilega eða standa í stað í öðrum flokkum. Vil ég hrósa íbúum sérstaklega fyrir góða flokkun úrgangs sem er að skila sér í auknum tekjum frá úrvinnslusjóði og því að hægt er að lækka þessa flokka.
Þessi breyting innan fasteignagjaldana skilar auknu fjármagni í A-hluta sveitarfélagsins sem stendur undir grunnþjónustu við okkur íbúa og er ein ástæða þess að hægt er að afnema álag á útsvar. Það má áætla að breytingar hjá fasteignaeigendum sé að meðaltali 5-14% núna á milli ára. En það skýrist það af mismunandi hækkun fasteignamats milli svæða, en Eyrarbakki og Stokkseyri er að hækka mest þetta árið. Fjárfest í innviðum til framtíðar. Umfangsmiklar framkvæmdir eru áætlaðar á næstu árum sem bæði er ætlað að tryggja innviðum til þjónustu sveitarfélagsins við íbúa og viðhald eigna. Áætlað er að framkvæma fyrir rúmlega 2 milljarða næsta ári og hefur eigna- og veitunefnd ásamt starfsmönnum sveitarfélagsins unnið að forgangsröðun til að fjármagnið nýtist sem best. Helstu framkvæmdir næsta árs eru tengdar viðbyggingu við leikskólann Jötunheima, uppbyggingu nýrrar kennslusundlaugar við Sundhöll Selfoss, endurnýjun Eyrargötu á Eyrarbakka, skólalóð Vallaskóla og áframhaldi á hreinsistöð í Geitanesi. Hjá veitunum verður byrjað á nýrri dælustöð og geymi ásamt frekari rannsóknum og virkjunum hjá Selfossveitum. Næsti áfangi Stekkjarskóla verður tekin í notkun í upphafi árs og í framhaldinu hafin hönnun á 3. áfanga sem mun hýsa tónlistarskóla og íþróttamannvirki. Áfram er sett fjármagn í viðhaldsstofnana og með auknu svigrúmi á næstu árum verður hægt að auka framlög til þeirra verkefna. Aukum skilvirkni og þjónustu. Sveitarfélag Árborg hefur unnið að aukinni stafræni vegferð með það að markmiði að bæta þjónustu og auka skilvirkni innan stjórnsýslunnar. Áfram verða stigin stór skref á næsta ári, meðal annars með nýrri heimasíðu, innleiðingu á nýju skjalakerfi og notkun gervigreindar. Aðgerðir sem eiga bæði að nýta starfsmönnum við vinnu og veita íbúum betri þjónustu. Bæjarstjórn vill hlúa að framtíðinni og leggja áherslu á bætta þjónustu við börn og ungmenni. Á næsta ári verður frístundastyrkurinn áfram fyrir börn á aldrinum 4 til 17 ára. 8. bekk verður bætt við vinnuskólan sem verður þá fyrir 8. til 10. bekk ásamt úrræðum fyrir 17+ hópinn svokallaða. Þar verður sérstaklega horft til sumarvinnu fyrir ungmenna með fötlun. Auk þess verður unnið að enn frekari forvörnum í samvinnu við Öruggara Suðurland. Áfram verður unnið að aðlögun þjónustu við aldraða, meðal annars í gegnum verkefni Gott að eldast. Markmiðið er að þjónusta nýtist betur fyrir þau sem þurfa. Dagdvölin Árborg verður aftur opin yfir sumartímann sem er fagnaðarefni og heilsuefling eldri borgara á Selfossi, Eyrarbakka og Stokkseyri verður áfram. Nýtum tækifærin að meiri árangri. Áskoranirnar framundan eru vissulega til staðar. Vextir og verðbólga hafa áhrif á allan rekstur í dag og vonandi halda báðir þættir áfram að lækka næstu mánuði. Kjarasamningsviðræður í gangi hjá stórum hópi starfsmannasveitarfélaga sem geta einnig haft mikil áhrif á áætlanir. Tækifærin hér í Árborg eru sannarlega til staðar. Sveitarfélagið með spennandi svæði til úthlutunar og byggingaráform íbúða á atvinnuhúsnæðis í fullum gangi. Það er trú á uppbyggingu í sveitarfélaginu enda Árborg gott samfélag með öfluga þjónustu. Þetta staðfestist nær daglega þar sem íbúum heldur áfram að fjölga þrátt fyrir krefjandi aðstæður sveitarfélagsins undanfarin ár. Það er ánægjulegt að samstillt átak kjörinna fulltrúa, starfsmanna, íbúa og annarra sem hafa komið að sé að skila þessum árangri. Fyrir það vil ég hrósa okkur öllu. Það má gleðjast yfir áfanganum. Leið er mikilvægt að halda fókus á stefnuna, aðlaga í takti við stöðuna og nýta tækifærin til að ná meiri árangri fyrir Árborg okkar allar. Þetta er inngangurinn með fjárhagsáætlun. Eins og kom fram hjá forseta þá eru gögnin meðfylgjandi og við bættum við þar sem við tókum út úr áætlunum svona helstu atriði til kynningar, þannig að það væru gröf og meira með svona fyrir íbúa að glöggva sig betur á þegar við erum búin að vísa henni áfram. En annars læti staðnum hér í byrjun. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Bragi. Við erum í 7. lið á dagskránum sem er fjárhagsáætlun 2025 til 2028 og
Bragi Bjarnason bæjarfulltrúi D-lista fylgdi þessu hér úr hlaði og mælendaskrá er opin fyrir þá sem vilja tjá sig. Arnar Freyr Ólafsson bæjarfulltrúi B-lista, beðum orðið. Virðulegur forseti bæjarstjórnar, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ekki er ofsögum sagt að þetta sé merkisdagur fyrir Árborg og svo virðist sem við höfum náð utan verkefni sem talað var sem stærsta fjárhagsvandamál sveitarfélags eftir Reykjanes og Álftanes. Margir töluðu þannig að sveitarfélagið var á hausnum og gerðu sig þannig ómerking á orða sinna. Sveitarfélagið Árborg er eitt öflugasta sveitarfélag landsbyggðarinnar og hefur verið og verður áfram. Við stóðum frammi fyrir stöðu árið 2022 í kjölfar kosninga sem var með eindæmi. Innviður höfðu nýverið byggður upp af myndugskap, skólar, íþróttahús og nýjar götur lagðar í íbúðahverfi. Vel hafði verið lagt í miðað við fjárhag sveitarfélagsins og á engan hátt of langt gengið. Lagður var grunnur að farsæld hér í Árborg og íbúafjölgun sem hefur nú orðið raun. Íbúum hefur fjölgað mjög og má segja að fjölgunin sé jafn mikil á síðustu árum og allir íbúar Eyrarbakka á Stokkseyri. En bætast við íbúar vegna þeirra farsældar og lífsgæða sem eru í boði hér í sveitarfélaginu og sér ekki fyrir endan á. Rekstrartekjur sveitarfélagsins verða í ár ríflega 20 milljarðar og skuldir verða ríflega 30. Eignir eru að samaskapi bókfærðar á 34 milljarða og jöfnuður ríkir í efnahagsreikningi. Eigið sveitarfélagsins er þó við sársaukamörk og er neikvætt eigið að sjóði og samanlagt 3 milljarðar með þegar B-hlutafélögin eru tekin til. Við þessu þarf að bregðast ágætir íbúar og við í Framsókn höfum ítrekað lagt til að skoðuð verði leið til að uppfæra eignaverðmæti sveitarfélagsins miðað við eðlilegri verðmælikvarða. Eins og við höfum bent á þá hafa skuldir hækkað í beinu sambandi við verðbólgu eins og landsmenn þekkja, en eignir hafa ekki verið uppfærðar miðað við verðbólgu þegar verðbólgan fer yfir 8%. Ekki getur talist eðlilegt að eignir rýrist að raunvirði í háu verðbólguumhverfi. Laun og aðföng haldast í hendur með vísitöluhækkun og því getur einungis talið eðlilegt að eignir verði uppfærðar. Á undanförnum 25 árum höfum við þurft að þola ár hvar verðbólga fór langt yfir 8%. Og bókfært virði eigna sveitarfélagsins nær ekki að halda yfir verðbólgu. Að þeim sökum er eignaverði lágt og að samansköpi dulin eign í bókum sveitarfélagsins. Leggjum við því til að skoðuð verði leið til að bregðast við þessari stöðu og færa upp eignaverði í bókum sveitarfélagsins sem myndu samhliða að hafa jákvæð áhrif á eignahlið og eigið fyrir sveitarfélagsins. Að hve miklu leyti er erfitt að segja til en uppfærslan myndi gefa glöggari mynd af eignahlið sveitarfélagsins. Rekstur sveitarfélags Árborgar hefur batnað mjög vegna íbúafjölgunar og sölu á landi og byggingarétti. Auka álag á íbúana hefur einnig verið lagastöðuna og er staðan nú þannig að bæjarstjórn er ekki stætt á að innheimta auka álögur á íbúana. Það er ekki fyrir vilja meirihluta að álagið er aflagt á komandi ári, heldur er það vegna þess að okkur er ekki stætt á að innheimta auka álögur þegar ekki þörf er á. Vissulega tilfærsla eiga sér stað í A-sjóði hvar fasteignaskattur er hækkað til að ná fram aukningu á greiðslum frá jöfnunarsjóði en tilfærslan hefur í för með sér 100 milljóna króna aukaframlag. Mjög er miður að ráðgjafar sveitarfélagsins og eftirlitsnefnd innviðaráðuneytisins höfðu ekki þekkingu til að koma með þessa ábendingu fyrr á kjörtímabilinu og benda á að tekjustofnir sveitarfélagsins væru betur nýttir. Vissulega hafa verið lagðar auka álagur á framkvæmdaaðila í formi byggingarréttargjalds sem hugsaði til að innheimta fyrir uppbyggingu innviða. Er það vel og mun þessi aðgerð stuðla að bættum fjárhag sveitarfélagsins til framtíðar. Með fjölgun íbúa mun fjárhag sveitarfélagsins batna jafnt og þétt og komandi árum munum við sjá jöfnuð í rekstri og afgang eftir að greitt hefur verið að lánum og viðhald og innvið er komið í eðlilegt horf. Þó ber að nefna að þessam undir í launakostnaðar sveitarfélagsins væntanlega
undir í verulegri skoðun. Ósamið laun kennara og í áætlunum gert ráð fyrir 3,5% hækkun á árinu 25 sem verður að öllum líkindum undirskot. Á komandi árum gerum við ráð fyrir 2 milljarða fjárfestingu í innviðum sveitarfélagsins. 2 milljarðar til að viðhalda og byggja nýja innviði til að halda úti viðunandi þjónustustigi. Hér vörum við í Framsókn við of lágum fjárfestingum og leggjum til að á komandi árum verði fjárfestingaáætlun endurskoðuð rækilega. Eðlilegra væri að skoða að fara einhvers staðar í kringum 3 milljarða, enda eru veitur að skila okkur 1 milljarði í afgang á árinu sem nýta þar til viðhalds og veitukerfinu ásamt uppbyggingu fráveitum. Fráveitumál sveitarfélagsins eru tæplega í takti við nútímann og þarf að gera verulega bragarbót á. Vissulega mikið fagnaðarefni að framkvæmdir eru í gangi á Geitanessu og safntankur fyrir hitaveituna í smíðum. Hins vegar lagnakerfi veitna okkar sennilega yfir 100 km og þarf að viðhalda því í auknum mæli á komandi árum því stór hluti þess komin á tíma. Að öllu samanteknu ágættir íbúar þá horfið til betri tíma og ber okkur í Árborg að reka sveitarfélagið okkar þannig að það sé til fyrirmyndar á Suðurlandi og verði jafnframt leiðandi í sameiningum sveitarfélaga á Suðurlandi á komandi árum. Takk. Takk fyrir þetta Arnar Freyr, þá Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista beðið orðið. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Mér langar nú að byrja því að óska okkur til hamingju með daginn. Fyrsta skóflustunga af nýrri Ölfusábrú var loksins að veruleika og mikil gleði hlýtur að ríkja meðal okkar allra, alveg sama hvar við erum í sveit sett á Suðurlandi held ég, mér sjóða að segja. Mér langar líka að óska meiri hlutanum til hamingju með sína fyrstu fjárhagsáætlun, nýs meiri hluta. Ég held að það hljóti alltaf að vera eitthvað sem að ber að fagna. Það var að minnsta kosti eitthvað sem ég fagnaði þegar við komum fram með okkar fyrstu fjárhagsáætlun fyrir 2 árum þegar ég sat í meiri hluta. Það eru svona nokkri punktar við áætlunina, auðvitað er þetta bara fyrir umræður, en það eru svona nokkri punktar, ég hef ekki komist á fund. Fekk nú ekki boð fyrst og svo hef ég verið lasin, þannig ég komst ekki á fyrstu daginn því miður, en las nú yfir þetta og í gegnum þetta. Mér svona aðeins bara bera á ákveðnum misræmi milli til dæmis bara í fjárfestingatölum, ég lesa bilinu 1,850 upp í 2,2, þar ber bara ansi mikið í milli og það er eitthvað að skoða það. Ég sammála bæjarfulltrúa Arnari varðandi laun og launatengd gjöld, auðvitað erum við að horfa á 3,5% sem er náttúrulega því miður eitthvað sem við vitum að verður ekki raunin, svo er hort á 7,5 og svo 7,7%, þannig að með þarna þetta gap á milli 24-25 svona svolítið sláandi í töflunni, þó ég viti það vel að okkur beri mögulega að fara eftir þessu, þá veist mér þetta svona eitthvað sem að mér finnst alltaf, bara varhugavert að því að áætlun á hvorki að vera of lág eða of há, hún á að vera eins nálægt raunveruleikunum eins og við mögulega getum haft hana. Ég horfi líka á afborganir lána, þar kemur fram að afborganir lána séu 3,804, þar að vinna í á einum stað stendur og það sé endurgreiðsla á kúluláni, eingreiðslulánin okkar, en svo öðrum stað er talað að sé í endurfjármagnaða. Svona ber ekki alveg saman, en það sem kannski stingur mig mest það er sambandi við byggingarréttargjöldin, þessi nýju sem eru svona eins og bæjarfulltrúi Arnar sagði áðan, er verið að leggja núna á fyrirtækin, framkvæmdaraðila, sannarlega ekki alla, en og umdeilt, svo ég komi enn einu svona að því, færi betur á því að allir tækju þátt og væri lægri gjöld, þá held ég að við getum öll verið sátt og fyrirtækin hann úti væri sáttari og væri kannski fleiri að fara af stað með verkefni. En maður getur vel verið að sé búið að breyta eitthvað varðandi hvar þetta er sett undir, þú veist, þetta er ekki undir sama lið.
Við höfum þetta 23 og 24 og ef það á að bóka þetta núna undir nýjum byggingaréttar lið sem mér svo sem alveg rétt bókhaldslega, þá held ég ætti að taka söluna á landinu og þann hluta af því sem var áætlaður sem byggingaréttargjald, vegna þess að það var auðvitað verið að horfa á þá sölu með við fyrirliggjandi deiliskipulag sem kemur væntanlega til með að breytast, við þetta ekki allavega, þannig að það bókist á byggingaréttargjald. Það bókist þá réttu megin allavega fyrir 24 ef það er búið ákveða að breyta þessu, sem ég held að fari bara vel á. Ég held að sem er mikilvægt að við sjáum hvað er að koma þarna inn. Annars horfi ég björtum augum til framtíðar. Ég held að það sem að starfsmenn og íbúar og bara við lögðum á okkur síðustu 2 ár sé að skila sér bara miklu hraðar heldur að við byggumst við. Þá talaðum að við myndum ná þessum vörðum okkar 26 sem við vorum sannarlega ná fyrir ársreikning 23 og þó að við þurfum auðvitað alltaf að vera varkár með almannafé og vanda okkur sem kosnir og kjörnir fulltrúar í öllu sem við gerum í hvívetna, gæta samræmis og hafa allt upp á borðinu og allt gagnsæi íbúum til handa, að þá held ég að sé líka bara allt í lagi að fagna og klappa okkur aðeins á bakið og hugsa, ég minnst að kosti geri það og hugsa, vá, hvað þetta er rosalega viðsnúningur og hvað þetta er flott og ég ætla bara að leyfa mér að gera það, því að það er ekki sjálfgefið í því umhverfi sem við búum við, sem gleymist. Nú er hafin vaxtalækkun og það er einn af þeim þáttum sem ég var að horfa á líka, að auðvitað erum við áætlað þarna inni fjármagnsgjöld og annað slíkt sem að ég vona sannarlega að verði farið að lækka og komi til með að koma til okkar annar staðar, þá tilbaka og verði ekki sá kostnaður sem að við erum að gera ráð fyrir þarna. Þannig að við getum bara verið að horfa á ennþá betri tíma eftir 1 ár, vonandi, vegna þess að vextir sannarlega, já, getum fagnað því í dag líka. Það er ekkert nema gleði í dag. Þannig að ég held að já, þetta er svona það sem að bara stakk mig og auðvitað bara kannski ykkur skýringar á þessu, varðandi breytingar á færslu á byggingaréttargjaldi og annað. Síðan kannski sakna ég þess líka að það verið að tala þarna að fara að stað með Jötunheima, fara að stað með 3 aðfanga stekkjaskóla. Við erum ekki með inn í neinni langtíma áætluninnar þá langtökur gagnvart því, þannig að þetta er bara áætlun, ég vil benda á það, þær geta breyst. Já, það getur horfið til beggja á mjög stuttum tíma ef eitthvað breytist og tölur, ef það er fara að staði framkvæmdir, geta breyst mjög hratt en það vantar þær þarna inn, þannig að ég segi bara takk fyrir mig til að byrja með. Takk fyrir þetta, Fjóla Steindór. Það eru fleiri sem vilja tjá sig undir þessum 7. lið á dagskrá fundarins. Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista, við byrjum orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Já, við erum hér í fyrir umræðu fjárhagsáætlunar 2025 og við erum auðvitað, það er nú svona hefðin að við ræðum hann og yfirleitt mun meira og betur og grúndíkt í annar umræðu, en það kannski svona það sem að kemur svona fyrst upp í hugan hjá mér, auðvitað í þessari vinnu sem við höfum verið í saman. Við erum auðvitað búin að hittast á nokkrum fundum þar sem við höfum rætt fjárhagsáætlunina, bæjarstjórnin, og við höfum auðvitað rætt það innan hópsins að það er eiginlega, ég veit eiginlega ekki hvernig maður á að orða það, en miðað við svartnættið sem og þá dökku mynd sem málu var á risastórum íbúafundi á síðasta ári, hvernig var það? Jæja, það var allavega á síðasta ári þar sem KPMG lagði fram
svona ákveðna sviðsmyndir og myndir af stöðunni fyrir íbúa sveitarfélagsins þar sem að spá þeirra og svona eiginlega fullyrðingar að við myndum ekki ná að komast undir 150% viðmiðið þegar skuldahlutfall sveitarfélagsins við færum ekki undir það fyrir árið 2027. Það var það sem þeir fullyrtu þá á þeim fundi að tölurnar segðu en það er ljóst að við erum nú þegar komin undir þá viðmið og mann er svona aðeins, já, allavega maður verður mjög hugsi yfir hversu svona já, ég eiginlega veit ekki hvernig að orða þetta eru ekki góðar kristalskúlur sem að menn er að lesa í þegar þetta eru spádómarnir sem að koma en auðvitað er ánægilegt að það eru ýmislegt sem að veldur því að hlutinni líta betur út núna og við munum auðvitað rýna betur í áætlunina á milli umræðna og greinagerðina líka svona eins minni tími sem gefst í það þar sem að við erum kannski ekki búin að hafa hann lengi en bara því að það er nú strax komið inn á það í greinagerðina og stakk mig aðeins að álagið væri tekið af og það verður bara að taka það fram álagið var ekki tekið af, það fékkst hreinlega ekki heimild til þess að hafa það fékkst ekki heimild hjá eftirlitsnefndum fjármál sveitarfélaganna til þess að halda því til streitu, þar að segja að hafa það aftur á næsta ári, það fékkst bara ekki heimild fyrir því af því að sveitarfélag var ekki að fullnýta heimild sína til þess að beita fasteignaskattinum, bara svo að það sé alveg skýrt. En við ræðum þetta frekar á næsta fundi og skoðum þetta betur milli umræðna. Takk. Takk fyrir þetta, Arna Ýr. Eru fleiri sem vilja tjá sig í þessari fyrri umræðu fjárhagsáætlun? Helga Lind Pálsdóttir, bæjarfulltrúi í D-lista, hefur óskað eftir að fá að taka til máls. Forseti bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Það er tek undir með fjólið, það er bæjarfulltrúafjólið, það er fagnaðarefni sem er leikir nýja fjárhagsáætlun. Það er alltaf gaman að vera komin á þann punkt að ná þessu saman, þrátt fyrir eftir að taka þetta og ræða þetta og fara í gegnum fyrstu umræðu og lagfæringar á milli umræðina. Mér langar samt svo að benda á það sem kemur fram í greinagerðinni sem mér finnst svo frábært. Við erum í miklu aðhaldi og búin að vera í mjög erfiðum aðgerðum og erfið staða. Að þá erum við samt að fara að leggja áherslu á börn og ungmenni og eldri borgara á næsta ári með það sem við erum að setja fram núna er að við ætlum að stefna það og reyna umfram allt og það er stefnan að taka inn aftur 8. bekk í vinnuskóla, 17+ hópin í vinnuskóla og að dagdvölin í Árbliki verða aftur opin næsta sumar. Þetta finnst mér ótrúlega mikilvægt. Ég veit að við höfum ekki gríðarlega mikil fjárhag til þess að gera allt sem okkur langar, en þarna erum við að forgangsraða í velferð og mér langar bara að koma upp og benda á það. Takk fyrir þetta, Helga Lind. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Sveinn Ægir Birgisson, bæjarfulltrúi í D-lista, biður um orðið. Já, forseti, bæjarfulltrúar tilheyrendur, tek undir með öðrum bæjarfulltrúum til hamingju með daginn. Þetta er stór dag fyrir Suðurland allt að taka skópstungun í Ölfusárbrú og það má líka benda á það að það er kynningafundur á Eyrarbakka uppbyggingu á nýju öryggisfangelsi við gatnamót Stokkseyrar, Eyrarbakka Stokkseyrar og þar segir eiginlega til að ríkið er að fara að fjárfesta fyrir að 30 milljarða hér í sveitarfélaginu Árborg á næsta árum sem bara virkilega ákvæmt. Svo voru nú 50 punktar lækkaðir hjá Seðlabankanum í dag að það er allt bjart framöndan þótt að
og ríkisstjórnin standi sig vel þótt að aðrir vilja fá okkur önnur plön. En við erum að leggja fyrir fjárfestingaáætlun og fjárhagsáætlun fyrir sveitarfélagið og ég vil byrja að þakka öllum starfsmönnum sem hafa komið að vinnunni og sérstaklega starfsmenn og mannvirki umhverfisins sem hafa unnið náð með mér og eign- og veitunefnd að fjárfestingaráætlunni. Það er að vera fjárfesta fyrir rauninni 2,2 milljarða en það er náttúrulega á móti koma tekjur og koma stofngjöld, gatnagerðargjöld og gjöld tekjur inn á veitu og vatnsveitu. Þess vegna er rauninni fjárfestingin og útgjöldin sem sveitarfélagið er 1.850 milljónir að koma því á framfærir. Það er jákvætt að ekki þarf að framlengja álagið, það var nú bara ákveðið fyrir ári að álagið var lagt til 1 árs og við höfum þá heimild frá eftirlitsnefnd til að framlengja því, að virkilega jákvætt að þörfin ekki á því og það er alveg rétt, við erum að ná miklum betri árangri með aðhaldi allra bæjarfulltrúa, allra íbúa, allra starfsmanna og allra sem til hafa komið þessu verkefni. Það má ekki hætta, við erum sem dæmi, við erum að lækka raun stöðugildi sveitarfélagsins 10 þótt við séum á næsta ári, þótt við séum að bæta við leikskóladeild, þótt við séum að taka við öðrum árgangi í stekkjarskóla og erum að fækka 10 starfsmenn. Við erum samt að gera áætlun fyrir að vera 4% íbúafjölgun hér í sveitarfélaginu sem eru 500-600 íbúar að við erum ennþá að sýna mjög gott aðhald þessu að það er bara mjög margt jákvætt sem er á teikniborðinu og mikil uppbygging hér í gangi í sveitarfélaginu og þótt að má vísu fjárfesta meira en þá eru samt að sinna bara sama viðhaldi og sama sem var gert á seinasta kjörtímabili þótt að var fjárfestir í 3 milljarða þá eru að sinna sama viðhaldi endurnýjum gatna, endurnýjum á stofnunum og þess að og byrja nýframkvæmdir. Við erum að byrja á nýri kennslusundlaug sem er virkilega þörf á. Við erum að stekja Jötunheima leikskólann úr 6 deildum í 12 deildir og erum að byggja nýtt dæluhús, ennþá fjárfestingar í vatns- og hitaveitu. Erum að bæta við orkuöflun og rannsóknarleit hjá Selfossveitum, að virkja nýjar vinnsluholur sem við fundið, að það er margt á teikniborðinu þótt að auðvitað má fjárfesta meira og vonandi verður fjárhagur okkar þannig að við getum fjárfestir meiri pening til framtíðar. Takk. Takk fyrir þetta Sveinn Ægir, þá hefur Álfheiður Einarsdóttir bæjarfulltrúi álista beðið orðið. Herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar, kæru íbúar og aðrir sem eru að fylgjast með fundinum. Ég er að skila mér á þessu kjörtímabili í raun og veru minni fyrstu, eða við í Áfram Árborg okkar fyrstu fjárhagsáætlun. Við erum mjög stolt af þessari áætlun fyrir árin 2025 til 2028. Við vorum, þetta er gríðarlegur árangur sem hefur náðst, við taka undir með Fjólu að þetta er bara mikið gleðiefni, ekki bara það að hafa tekið skóflustunga í dag að nýrri Ölfusárbrú sem við höfum öll beðið eftir of lengi, heldur líka þessari áætlun og að við sjáum hvernig þessi viðsnúningur hefur orðið hraðari. En hann hefur náttúrulega ekkert gerst af sjálfur sér. Hann hefur gerst vegna þess að það hefur bara verið tekið mjög hart á málum og sársaukafullar ákvarðanir teknar sem að lögðust meðal annars á okkar viðkvæmustu hópa og íbúa og það þykir engum bæjarfulltrúa skemmtilegt að setja álag á útsvarið. En það þótti nauðsynlegt og við gerðum þennan samning. Þessi samningur var gerður við innviðaráðuneytið og eftirlitsnefnd sveitarfélaga og við verðum náttúrulega bara að sigla eftir þeim samningi. Hins vegar þegar við sjáum þróunina fram á við, ef við lítum aðeins í baksýnisspegilinn, þá vorum við á eldrauðu ljósi. Svo komumst við á rautt ljós. Og ég lít svo á að við séum núna á gulu ljósi en við erum ekkert komin á grænt. Eins og Bragi bæjarstjóri
myndist þér á og í greinagerðinni að þá verkefninu alls ekki lokið. Við verðum að vanda til verka og við verðum að forgangsraða stíft. Og ég tek undir með bæjarfulltrúa Helgulind að ég fagna því gríðarlega að bæjarstjórnin hefur tekið það ákvörðun að á næstu árum að þá leggjum við áherslu á stuðning við barnafjölskyldur, börn og unglinga í viðkvæmri stöðu og eldra fólk. Takk. Takk fyrir þetta, Álfheiður Heimarsdóttir. Þá erum við erum hér í 7. lið á dagskrá fundarins sem fjárhagsáætlun og það er opið enn fyrir mældagskrá. Sigurjón Vídalín Guðmundsson, bæjarfulltrúi S-lista, óska eftir að fá að taka til máls. Herra forseti, já, ég ætla svo mikið að hafa mörg orðum þessa fjárhagsáætlun eins og hún liggur fyrir núna í fyrri umræðu. En ég velti bara einu fyrir mér fyrir varðandi íbúana í sveitarfélaginu að Álfheiður Heimarsdóttir, bæjarfulltrúi Álista, kom hér upp á undan mér og lýsti því yfir að hún væri stolt af þessari fjárhagsáætlunarvinnu sem að ég Álistanum ættu núna aðild að sem í meirihluta sveitarfélagsins, meirihluta stjórn sveitarfélagsins, afsakið. Og ég og kannski fleiri hef aðeins verið að bíða eftir því að annars vegar að það yrði uppfært á heimasíðunni undir stjórnsýslu og stjórnkerfi bæjarstjórn. Þar stendur ennþá að fulltrúar D-lista Sjálfstæðisflokks skipi meirihluta bæjarstjórnar þetta kjörtímabil. Og það er engin málefnasamningur milli Álista og D-lista. Það er ennþá málefnasamningur eða málefnasamningurinn sem að D-listin laði til grundvallar fyrir stjórn sveitarfélagsins þetta kjörtímabil. Þannig að ég velti bara fyrir mér hvort að Álistinn sé orðinn hluti af D-listanum eða hvort að það eigi eftir að gera nýjan málefnasamning og uppfæra þetta þá á heimasíðunni. Sjálfsögðu óska ég síðan íbúum og Sunnlendingum öllum innilega til hamingju, ég gleymdi áðan, með brúnagóðu sem er loksins komin, loksins að koma. Við vorum flest öll viðstödd ánægjulega athöfn í Góðskólanum þar sem að tekin fyrsta skólastúlkan og vonandi 2028 í síðasta leið verðum við farin að keyra yfir þessa nýju brú og farin að upplifa betri bæjarbrag á Selfossi með minnkandi umferð og ónæði sem af henni hefur hlotist. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Sigurjón Vídalín, og áfram að Sigurjón með þarfa ábendingu. Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista, beðið um orðið. Sjónarmöl hér á undan. Forseti, bara örstutt varðandi þar sem að bæjarfulltrúi Sveinn Ægir var að tala með aðhaldi í rekstri og við höfum svo sem öll komið með og fjölmargir, bæði starfsmenn sveitarfélagsins og aðrir komið ábendingar og hjálpast að við að finna leiðir til að reka sveitarfélagi með skilvirkari hætti og alltaf eigum við að vera að leita leiða í því. Hann var meðal annars að tala um að okkur hefði tekist að fækka starfsmönnum en ég ætla að benda á það að sveitarfélagi var að útvista hér heilum leikskóla þar sem unnu 42 starfsmenn þannig að með því þá fækkaði starfsmönnum sveitarfélagsins 42 bara svo því sé til haga haldi
En en það er allavega það hefur mjög stór áhrif á útreikninga í varðandi en það er kannski ekki alveg 40 stöðugildi en það voru 40 starfsmenn en það eru tugir 30 stöðugildi eða eitthvað slíkt sem að þarna fækkaðum með því að útvista leikskólanum eða það er að segja að gera þjónustusamning við nýja rekstraraðila. Takk. Takk fyrir þetta Arna Ýr. Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista, biður orðið. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilnefnendur. Já, það var góð ábyrting. Það hefur nú stundum verið bent á hvernig staðan er á heimasíðunni hjá okkur og stendur til svo sem að endurni hana frá grunni en það hefur algjörlega láðst þarna að uppfæra upplýsingar en meiri hluti D á álista er sannarlega starfandi og hefur verið síðan í lok maí, byrjun júní, þannig að þau mánaðamót. Aðeins varandi stöðugildi þannig að mér sé eftir upplýsingar, það er í rauninni, þeir eru að tala um stöðugildi, það eru í rauninni í heildina 50 stöðugildi sem fækkar á milli ára, þar af eru 40 sem er akkurat vegna einkareksturs Árbæjar sem færist og sá kostnaðurinn er ekki endilega að fara út úr áætlunni, heldur færist þannig eðlilega frá í rauninni launagjöldum yfir í annar rekstrakostnað og það eins og við höfum rætt áður með kennitölur og annað þá þurfum við að bera saman sveitafélag og annað þegar við tala um launahlutfall og annað að þá hefur þetta áhrif. Síðan eru þá önnur stöðugildi eins og það sem sveitnaði var er í rauninni þá fækkunum 10 því það er bæði verið að breyta í leikskólum og öðrum störfum hjá okkur en síðan einnig að bætast við á öðrum stöðum með aukinni deild og auknum árgangi þannig að í heildina eru 50 stöðugildi sem fækka milli ára samkvæmt aðal. Annars bara eigum við örugglega góða vinnu núna á milli umræðan líka og tökum svo betri í seinni umræðu. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Bragi. Þá er beðum að fá að taka til mál Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista. Forseti og bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Já, svona kannski varðilega koma þess aftur upp á því að varandi fjárfestingarnar að þá áttaði mig á því að það koma tekjur þar inn á móti en að því að svöruðu nú engu varðandi endurgreiðsluna hvort það ætti endur fjármagna eða hvort þetta væri inn í, skoða það. En varðandi samt sem áður fjárfestingar áætlunina sem ég var nú bara að sjá, ég hafði aldrei aðgang að henni, að þá sannlega stendur þar 1,850 og það er það útlistað í hverju hún er fólgin eða í hverju það er fólgið sem að það tilgreint sem á að fjárfesta í eins og fjárfestingar áætlunum ber að vera og mér finnst það mjög mikilvægt að við getum horft þar á fjárfestingar áætlun og sé það að þar er verið að fara að fjárfesta í ákveðnum verkefnum og vildi sem er mikilvægt fyrir íbúa að geta horft á þetta skjal og sé það bara algjörlega skýrt þó að við vitum auðvitað það getur alltaf einhvað frestast eða einhvað þurft einhverja hluta vegna að færast framar en þá erum við þarna bara með nákvæmlega alveg á hreinu og getum séð það hvernig þessu skipt niður, hvar á að setja stíga og hvað á að setja í hvað og hvernig og þar er þessi tala og ég hef þá haldið að hún ætti að vera hærri þarna og svo kemur móttekjur en það er kannski eitthvað sem ég er að miskila þar, allt í góðu. En mér langaði svo koma upp líka varðandi það sem hún Álfheiður var að segja, varðandi velferðina. Af því að það var auðvitað gríðarlega þungt, bæði og sérstaklega fyrir 23 fjárhagsáætlun og 24, að þurfa að fara í niðurskurð og í uppsagnir og annað. En mér langar bara að koma fram að veikum mætti eins og hægt var verið að reyna að halda í velferð síðustu 2 ár og eins mikið og erfitt og það var að segja upp 100 manns eða að leggja niður þetta eða hitt og þá var það eitthvað sem við stóðum fram fyrir að þurfa að gera og starfsmenn sem koma fram með tillögur að einhverjum verkefnum sem þarf að grípa til að við sögðum það oft síðustu 2 ár
að við hefðum ekki, við stæðum ekki fram fyrir þeim lúxus að geta valið úr, heldur þurftum við bara að taka allar tillögur sem komu frá allt og öllum, því að þannig var staðan. Þannig að að leggja áherslu á velferð núna frekar en var, það er bara gott og vel og ég óska bara enn og aftur meirihlutanum til hamingju með það og gott að geta leyft sér hluti, enda gott bú sem að teki við. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Fjóla Steindóra. Þá var Álfheiður Einarsdóttir, bæjarfulltrúi Álista, beðið um orðið. Herra forseti, já, ég vildi bara hnykkja á því sérstaklega að hvorki ég sjálf né Áfram Árborg erum gengin í Sjálfstæðisflokkinn. Heldur þetta einfaldlega úreltar upplýsingar á heimasíðu vefsins og við biðjumst bara velvirðingar á því. Við erum hvorki með vefritstjóra eða upplýsingastjóra bæjarins til þess að sinna þessari heimasíðu, þannig að það leynast úreldar og jafnvel eldgamlar og rangar upplýsingar svona hér og þar og ég verð að benda á þetta og þess að fagna í því sem kemur fram í greinargerðinni að það er stefnt að því að uppfæra heimasíðuna svo að hún verði betri vegna þess að við viljum gagnsæi í Áfram Árborg og allt upp á borðið og rangar upplýsingar eru oft verri heldur en engar upplýsingar. Takk. Takk fyrir þetta, Álfheiður. Þá er Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi B-lista, beðið um orðið. Já, virðulegur forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ég hef kannski bara komað þetta upp til þess að minna á það að við erum að tala um fjárhagsáætlun. Og það er búið að fara víða völl ýmist skóflustungu, landspólitíkina, staðsetningu Pírata í bæjarpólitíkinni. Ég held að við verðum aðeins að stæla okkur í þessu og halda okkur við umræðefni sem að lagt er fyrir okkur og það var verið að vinna hér greinargerð sem að búið að leggja gríðarmikla vinnu í og hún er lögð fram og lesin upp og farið yfir og það er búið að fara yfir allar fjárhagstölur og sveitafélagsins og verið að leggja fyrir okkur alveg mjög ítarlegar skýrslur og greinargerðir og uppgjör. Ég held að við ættum reyninni að einbeita okkur svolítið að þeim upplýsingum. Hér situr fjármálastjóri fundinn til þess að vera til svars eða til taks fyrir okkur til þess að styðja við upplýsta og góða umræðu en að fara að taka það og auglýsa einhverja fundir sem eru í bæir sem eru ítrekað auglýstir á Facebook og hvaðin og allir upplýstir borgarar ætti að vita að þá finnst mér bara ansi vel í lagt að fara að nefna þetta alls saman. Þannig að ég bara kalli eftir svolítið stelpur umræðu og biðja ykkur að vera bara málumleg, ekki vera að fara út víða völl og við skulum bara vinna þessa fjárhagsáætlun vel og ræða hana ítarlega og skila þessu þannig að þetta sé svo með. Takk. Takk fyrir þetta, Arnar Freyr Ellý Tómasdóttir, bæjarfulltrúi B-lista, beðið um orðið. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Eins og komum fram er bara fullt jákvætt í gangi, eins og vinnuskólinn fyrir 8. bekk og 17+. Að það er eitt sem ég langaði að velta upp, bara svona í þessari fyrri umræðu. Það er punkturinn varðandi frístundaheimilin, því ég sé að það kemur fram að framlög eiga að lækka þar 17,8 milljónir. Þó að sé kannski einhvers staðar sem að sé að hækka innan þá frístundaklúbba en ég sé að starfsmannafjöldi stendur í stað en það er samt fjölgun barna með stuðning en ég skil ekki alveg hvernig þetta á að virka og verður alveg til að fá umræðu það allavega fyrir seinni umræðuna og bara því við vitum því nú erum við að tala velferð og annað og við sem eigum börn í frístund
upplifum það ansi ofta að það er verið að loka vegna þess að það vantar starfsfólk eða vegna veikinda. Það er tvígang búið að gerast núna 2 vikum bara hjá yngsta barninu mínu. Þannig að, og þegar maður sér þessa tölu og hvernig ég láti þetta halda alltaf að virka og vera með flott starf í gangi. En bara væri til að við myndum skoða það og bara en ég veit nákvæmlega hvað er þarna á baki. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Ellý. Þá held ég að við séum búin að fara yfir þetta svona að mestu hér í fyrri umræðu fjárhagsáætlun fyrir árið 2025 til 2028 með örfáum undantekningum og hliðarspórum og ég get svo sem tekið undir það með Arnari Freybafulltrúa hér að það er vert að ítreka það að menn svona haldi sér nokkurn veginn við það efni sem er rætt hverju sinni. En þá ætla ég að bera þetta upp til atkvæða þeir sem eru samþykkir því að vísa þessu til síðari umræðu vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er komið að 7. lið á dagskrá þessa 48. fundar bæjarstjórnar Árborgar og þá ætlum við að taka fyrir útsvarsprósentuna fyrir árið 2025 hér í sveitarfélaginu Árborg. Og hér er lögð fram tillaga útsvarsprósentu fyrir árið og það er 14,97% og eru einhverjir hér sem vilja fylgja því úr hlaði eða taka til máls það efni. Ef svo er ekki, þá berum við það upp til atkvæða þeir sem eru því samþykk vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er komið að fundargerðum. Það er 8. liður á dagskrá skipulagsnefnd 37. fundur haldinn 7. nóvember síðastliðinn. Einhverjir sem vilja tjá sig þá fundargerð eða efni hennar. Ef svo er ekki þá fyrir við í 9. lið. Það er bæjarráð 107. fundur haldinn 14. nóvember síðastliðinn. Einhverjir sem vilja tjá sig efni eða innihald þess fundar. Á 12. stundu Fjóla Steindóra Kristinsdóttir bæjarfulltrúi D-lista orðið að tjá sig hér. Forseti, bæjarfulltrúar, já, ég og aðrir tilhöfundur. Ég kem auðvitað alltaf upp undir bæjarráði til þess að fara yfir það og einhvers staðar verð ég að fara yfir það. Mér langaði að spyrjast bara fyrir og kannski bæjarfulltrúar Sveinægir út í þriðja mál, mál nr. 3 varðandi framkvæmdaleyfisumsókn Ingólfsfjall vinnslu borhola. Mér finnst það mjög áhugavert og fór nú á sínum tíma við Sveinægir og skoðum þar mjög merkilegt mannvirki. Mér langaði bara að því að við erum nú öll ekkert að flýta okkur aðeins að spyrjast fyrir þennan lið. Hvað er verið að spá þarna? Takk fyrir þetta Fjóla Steindóra. Þá er Arnar Freyr Ólafsson. Já, það er þrýstingur hér á bæjarfulltrúa Sveinægi Birgisson, bæjarfulltrúa D-lista að taka hér til máls og hann ætlar að verða við þeim óskum. Já, takk fyrir þessa spurningu. Við erum að dýpka eina vatnsholur til að reyna að finna meira vatn. Það er þannig bara svona til gamans, það er cirka 5 putta regla að við þurfum 10 lítra vatni af köldu vatni per 1000 íbúa. Svona cirka, fyrir náttúrulega eftir ef það er aukin matvæla, ef það er meiri matvælaframleiðsla eða eitthvað þannig, þá þurfum við náttúrulega ennþá meira vatn. En við erum með það bil 120 lítra köldu vatni sem eru að keyra í gegnum kerfið okkar núna og þurfum að sækja fram og það gefið auðvitað ef við erum að fara að fjölga 4% á næsta ári sem væri þá 500 íbúar, þá þurfum við 5 lítra vatni og náttúrulega þegar kemur
vartskottur eða eitthvað þannig. Það var nú þannig í sumar að það rigndi allt sumar, svo leið og hætti að rigna, þá fór nú allir að vökva garðana sína, þá þurfti og vassbúskapurinn var kannski ekki sá besti akkurat þá, en já, við erum bara að dýpka og reyna að halda áfram að afla meira vatn og við eigum innviði þarna sem geta tekið á móti, þóttu þurfum náttúrulega að byggja upp ennþá nýja dælustöð fyrir vatnið og ætlum náttúrulega að dæla vatninu svo yfir nýju Ölfusárbrúna þarna þegar hún kemur og fá það allt inn í miðlun okkar hérna við Austurveg 67. Já, við erum bara að leita meira köldu vatni, við höfum kannski verið of mikið að tala að leita heitu vatni, en við þurfum líka að leita þessu kalda, en það aðeins grinnra og dýpri en hitt. Takk. Takk fyrir þetta, Sveinn Ægir. Og þá hefur Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi B-lista, beðið orðið. Já, virðulegur forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Bara svona í anda fundarins að þá viljum benda hérna á fjórða lið í fundagerðinni. Það eru tækifærisleyfi í jólatónleika 5. desember á Eyrarbakka. Og hvet alla nærsveitar menn til þess að fara við sérstaklega og skemmta sér niður á Eyrarbakka og tróðfylla húsið og virkilega versla við vertan sem er að bjóða þar upp á veitingar. En öðrum kosti að bara þakka þið fyrir. Takk fyrir þetta, Arnar Freyr. Bæjarfulltrúi Arnar var mátulega búinn að benda á það hér við fundarmenn að er vert að vera að halda sér við dagskrána. En þá er mælendaskrá tæmd og á þessum 48. fundi bæjarstjórnar Árborgar og við munum svo hittast aftur að hálfum mánuði liðnum hér og fara yfir síðari umræðu í hér nokkrum liðum sem hér hafa verið teknir fyrir. En þá er komið að lokum fundarins og ég hreinlega minnist þess ekki skýrt frá upphæði þessa fundar hvort ég óskaði íbúum og öllum sunnlendingum til hamingju með þessi tímamót í dag. Ekki lækkun vaxtanna, það er vissulega hamingjuefni líka en með brúna. En að svo mæltu þá er dagskráin tæmd og ég óska öllum góðra stunda.